Hæ og verið hjartanlega velkomin á Icelandic Repo. Í dag ætlum við að kafa ofan í eina allra mögnuðustu sögu Íslandssögunar. Þetta er sagan af lítillri eyju, örlitlu samfélagi sem horfðust í augu við risavaxið eldfjall og, ákvað bara að berjast á móti. Og það sem meira er, þau sigruðu. En getur maður í alvöru barist við eldfjall? Það hljómar eins og spurning úr bíómynd, er það ekki? Bara hugsið ykkur aðstæðurnar. Glóandi, bráfir hraun, vellur í áttina heimilinu. Hvað gerir maður? Sko, langflestir myndu náttúrulega bara hlaupa, en ekki á Heimaey, ekki árið 1973. Þar gerði fólkið þau óhugsandi. Þau ákvaðu að berjast. Sko, hérna sjáum við þetta svart á hvítu. Annars vegar Heimaey eins og hún var. Algjör paradís úti í miðju Atlantshafsi. Friðsvæl og falleg. Og svo, búmm! Sama eyja, en breytt í logandi víti. Og það allra ótrúlegasta við þetta allt saman, þessi gjörbreyting varð á einni einustu nótti. Bara svona. Á nokkurs fyrirvar. Jæja, byrjum þetta á byrjuninni. Hvernig í ósköpunum gat þetta eiginlega gerst? Því þessi martröð, hún byrjaði nefnilega ekki með látum, heldur með hvísli, djúft niður í jörðinni. Og þegar þetta fór af stað, þá gerðist allt með ógnarhraða. Sko, fyrst og skjálftarnir voru svo litlir að varla nokkuð tók eftir þeim. En svo, klukkan 2 nóttina, þá bara smalt þetta í gang. Jörðin, hún bókstaflega rifnaði. 5 mínútum síðar, 5 mínútum, þá gusi 150 metra háir eldfossar upp í myrkrið. Og innan við klukkutíma, þá var komin 3 kílómetra löng eldglóandi sprunga þvert yfir eyjuna. Þetta er óhugsandi hraði. Þetta var heldur ekkert venjult eldgos, þú veist, þar sem hraun lekur úr fjalli sem er þegar til staðar. Nei. Hugsið ykkur að kíka út eldhúsgluggan og sjá nýtt fjall fæðast. Í alvörunni. Fyrir utan hjá manni. Það er nákvæmlega það sem var að gerast. Og þetta nýja fjall, það fékk nafnið Eldfell. Jæja. Þegar jörðin er alelda, er eiginlega bara eitt í stöðunni. Að koma sér í burtu. En spurningin er, hvernig í veröldinni rýmir maður heilan bæ miðja nótt? 5300. Þetta er ekki bara einhver tölfræði. Þetta eru 5300 manns. Fjölskyldur, vinir, börn sem vöknuðu öll upp í sömu martröðina og áttu allt sitt undir því að komast burt. Strax. Og þá gerist eitthvað sem, er eiginlega bara kraftaverki líkast. Hrein heppni. Sko, daginn áður hafði verið alveg brjálað veður. Svo mikið óveður að allur fiskiskípaflotinn sem var náttúrulega lífæðin á staðnum lá bara fastur í höfn. Þannig að þegar gosið byrjaði, þá voru allir bátarnir til taks. Þessi skip urðu á einum augabragði að björgunarflota fyrir heilt samfélag. Og þá fór ótrúlegasta björgunaraðgerð í gang. Slökkviliðsbílarnir keyrðu með sírenur á fullu til að vekja alla. Fólk hljóp út, greip það allra nauðsynlegasta og beint niður á höfn þar sem bátarnir biðu. Og þetta er með ólíkindum, en á innan við 6 klukkutímum, þá var búið að koma næstum öllum þessum 5300 manns í öruggt skjól á fastalandinu. Þetta er bara ein best heppnaða rýming mannkynssögunnar. Allt í lagi, fólkið var komið í öryggi. En baráttunni var sko alls ekki lokið. Alls ekki. Því nú var það framtíð eyjunnar sjálfar sem hékk á bláþræði. Það var nefnilega hægfara en óstöðvandi skrímsli á leiðinni. Og þetta er ekki einhver tölvugerð mynd. Þetta var raunveruleikinn. Risastór glóandi veggur af freyni, jafn hár og blokk, sem skreið hægt og rólega en algjörlega óstöðvandi í átt að bænum. Og það sem var verst af öllu, hann stefndi beint á eitt. Hann stefndi beint á höfnin. 400. Það er fjöldi heimila sem gjöreyðluðust. 400 hús sem fólk hafði byggt, þar sem minningar urðu til, bara horfin. Gleypt af hrauninu eða grafin undir asku, heill þriðjungur af bænum, bara þurrkaðast út. Hérna sjáum við þetta svo vel, þennan ótrúlega kraft. Hraunið er ekki bara að brenna húsin, það er bókstaflega að ýta þeim á undan sér og kremja þau. Ógnin var algjörlega skýr. Ef þessi hraunströmmur myndi ná að loka fyrir höfnina, þá væri það búið. Þá væri saga Heimaeyjar öll. Því höfnin var allt. Hún var hjartað í samfélaginu. Engin höfn, engin framtíð. En þá kviknaði alveg fáránleg hugmynd. Svo klikkuð, svo galin, að hún gæti kannski, bara kannski, virkað. Þetta var upphafið að stríðinu við hraunið.
Maðurinn á bak við þessa hugmynd var eðlisfræðileg prófessor Þorbjörn Sigurgeirsson og pælingin hans var í grunninn ótrúlega einföld en samt svo brjáluð. Hvað ef við notum bara hafið? Hvað ef við dælum milljónum lítra af ísköldum sjó beint á 1000 stiga heitta hraunið? Þetta hafði aldrei verið reynt áður í svona stórum skala. Þetta var annarkvort hreinasta geðveiki eða algjör snilld. Og planið var í rauninni svona. Þegar þú sprætar köldum sjó á glóandi hraun, hvað gerist? Jó, yfirborðið kólnar á sekundubróti og verður að hörðu grjóti. Þannig ef maður gæti gert þetta nógu mikið og nógu rætt, þá myndi maður í raun og veru byggja vegg úr hrauninu sjálfu. Þeir ætlu sem sagt að láta hraunið byggja sitt eigið fangelsi til að stölva sjálft sig. Þetta er bara algjörlega genialt. En það er auðveldara sagt en gert. Að koma þessu í verk var nefnilega stórhættulegt. Mennirnir sem þurftu að klöngrast upp á glóandi hraunið með rór og slangur voru kallaðir sjálfsmorðssveitin og það var sko ekki á ástæðulausu. Þeir voru að vinna í óbærilegum hita með eitraða gufur allt í kring þar sem eitt lítið feilspor þýði einfallega dauðan. Þetta voru alvöru heitjur. Og svo byrjaði þetta. Dælingin fór á fullt. Skip eins og Sandi dældu bara 1000 og aftur 1000 lítra að sjó á hraunið hverja einustu sekundu. Maður getur rétt ímyndað sér sjónarspilið. Risastórir gufumekki sem stigu upp til himins þegar ískalt hafið mætti 1000 stiga heitu hrauninu. Þetta var eins og að horfa á stríð milli náttúruaflanna sjálfra. Í 5 mánuði stóð þetta yfir og á þeim tíma dældu þeir 6,2 milljónum tonna af sjó. Það er svo mikið að það er erfitt að skilja það. Það er eins og að taka lítið stöðuvatn og hella því yfir eldfjall. En vitið þið hvað? Þetta ótrúlega plan, það virkaði. Þeir voru að ná að hægja á hrauninu. Þeir voru að vinna. Svo í júlí, eftir 5 langa mánuð á stanslausri baráttu, þá þagnaði eldfell. Gosið var búið. Stríðinu var lokið. En sagan, hún var ekki búin. Því það sem kom í ljós eftir á er kannski sá allra ótrúlegasti kafli í þessu öllu saman. Því það sem gerðist var alveg ótrúlegt. Hamfarirnir breyttust í blessun. Hraunið sem átti að loka höfninni og eyðileggja allt, það stoppaði og storknaði á nákvæmlega háréttum stað. Það myndaði nýjan og í raun miklu betri varnargarð fyrir höfnina. Skrýmslið sem kom til að eyða þeim var það verndar að þeirra. Þetta er alveg ótrúlegt. Og gjafirnar frá eldfelli hildu bara áfram að koma. Eyjan sjálf stækkaði heila 2,5 ferkílómetra. Nýja hraunið var notað til að stækka flugvellin og byggja grunn fyrir 200 ný hús. Og svo kemur það allra sniðugasta. Í mörg ár á eftir var hitinn úr hrauninu sem var ennþá að kólna notaðist til að hita upp húsin í bænum. Þeir breyttu eldfjallinu í risastóran ókeypis ofn. Hrein snilld. Og svona er heima í dag, sterkari en nokkru sinni fyrr. Bærinn endurbyggður, fólkið komið aftur heim og þarna í bakgrunninum stendur eldfell, nýja fjallið sem þögult minnisvarði þessa ótrúlega atburði. Fjallið sem þau burðust við og hjálpuðu svo að móta. Þannig að við skulum enda þar sem við byrjuðum. Getum maður barist við eldfjall. Eftir að hafa heyrt söguna á Heimaey, þá elgi að svarið sé alveg ljóst. Með hugrekki, snjallræði og ótrúlegri samstöðu þá svarið einfaldlega já. Þetta er bara alveg mögnuð saga hvað hægt er að gera þegar fólk stendur saman. Saga seglu og sigur mannsins á náttúruöflunum. Ef þessi saga vakti álúga, þá væri að vera alveg frábært ef fólk geti smellt á læktakkan og gerst áskrifendur að Icelandic Repo. Það hjálpar okkur mikið að halda áfram að segja svona sögur. Takk kærlega fyrir áhuga.